Góð kvöld. Kastljós kvöldsins verður helgað umræðunni sem komin upp í kjölfar þess að Benedikt Sveinsson, faðir Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra, sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem hann sagði að hann hefði verið einn þeirra sem hefði veitt dæmdum barnaníðingi meðmæli sín til að sá gæti fengið uppreist æru og þau eru komin hingað til mín Brynjar Níelsson sem formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem þingkona Pírata og Lilja Dögg Alfreðsdóttir nú bara svona það bil að detta í hús varaformaður Framsóknarflokksins. Velkomin. Brynjar, ef við byrjum bara á þér, hvenær vissir þú að faðir forsætisráðherra hefði verið einn þeirra sem hefði skrifað þetta meðmælabréf? Ég sá það á vísi.is klukkan 4:30 í dag. Og hafðir enga vitneskju um þetta fyrr? Enga vitneskju þannig. Hvað með, nú kom það í ljós í dag og dómsmálaráðherra sagði það í fréttum að hún hefði tilkynnt forsætisráðherra þetta í júlí síðastliðnum. Hefur hann ekkert sagt ykkur frá þessu? Nei. Finnst þér ekki skrítið í ljósi þeirrar umræðu sem hefur verið í gangi já, getum sagt leyndarhyggju, það að það veri undarlegt að þessar upplýsingar lægi ekki á borðinu. Finnst þér ekkert undarlegt að hann hafi ekki sagt ykkur frá því? Nei, það finnst mér ekki. Þessi gögn hafa verið hingað til trúnaðargögn sem hefur verið afhent nefndinni, stjórnskipunar- og eftirlitsnefndinni og ekkert óveldi það og beðið var eftir því að úrskurðarnefndin myndi kveða upp hvað af þessu mætti sjást ef eitthvað og menn bara beðið eftir því. Það er auðvitað fullt af fólki sem hefur gefið umsögn um svona mál, það að umsækjandinn hafi staðið sig vel eða óafinnalega í einhvern tíma. Eftir að hafa afplánað dóm. Þetta er kannski ekki alveg svona eins og hvert annað mál. Maðurinn fær í eitt þyngsta dóm, líklega þyngsta dóm sem hefur fallið í svona máli á Íslandi. Þetta er kannski ekki hver sem er. Nei, það er heldur ekki. Ekki hver sem er. Nei, það þarf að vera valinkunni menn, fyrsta lagi. Menn gefa þetta bara svona umsögn sem þekkja til viðkomandi. Það skiptir engu máli hvort einhver þeirra sé faðir forsætisráðherra, afi hans eða amma. Máli snýst ekkert það. Já, málið hlýtur að snúast það, hvort að það að einhver sem tengist forsætisráðherra fjölskylduböndum hafi mögulega haft áhrif á þá afstöðu ykkar að birta til að mynda ekki þessi gögn, opinberlega, sem hefur verið kallað eftir mjög lengi. Afstaða ráðsins kannski komnir, vegna reynslu fyrri mála. Það er að segja, ef þú opinbera gögn sem eiga að vera leynd þá getur þú borið refsiábyrgð. Það er auðvitað ástand. Þess vegna er þessi nefnd, úrskurðarnefnd upplýsingamál til þess að leiðbeina okkur það hvað má upplýsa og hvað ekki. Þetta er ekki spurning neina leynd eða eitthvað samsæri eða eitthvað slíkt. Það er bara sem verður til í umræðunni hér af því að þetta er forsætisráðherra eða þetta er þessi flokkur eða eitthvað. Þórhildur, þú til að mynda heyrðir þú af þessu í dag og í hvaða ljós setur þetta málið svo staðreynd að þarna er maður sem tengist maður stafaldafa þjóðarinnar fjölskylduböndum. Er ástæða til að efast þetta ferli í ljósi þess? Tvímælalaust. Ég myndi segja, eins og þetta horfir við mig núna, hafandi bara fréttið það í dag, að þá samt sem áður varpar þetta ljósi á þrennt í aðdraganda þessa máls, það er að segja það sem á undan hefur gengið. Í fyrsta lagi, þá myndi ég segja að þetta varpar nýju ljósi á fyrstu viðbrögð forsætisráðherra þegar þetta mál kom fyrst í umræðuna, það er að segja uppreist æru Róberts Stáni og hvernig hann talaði í raun og veru niður þær eðlilegu spurningar sem uppkomu og sögðu að tilfinningar mættu nú ekki ráða för og að það ætti ekki að skipta neinu máli hvers konar brot væri verið að veita uppreist æru fyrir og í raun og veru gerði bara frekar lítið úr þessu máli, öllu með tölu. Í öðru lagi þá finnst mér þetta varpa ljósi á hvernig bæði dómsmálaráðherra og formaður allsherjar- og menntamálanefndar ákveða að haga sér á opnum fundi sem að ég óskaði eftir í allsherjar- og menntamálanefnd þetta mál. Þar kom upp ágreiningur hvort að mætti ræða þetta einstaka mál. Hvort það mætti ræða yfir höfuð einstaka mál þegar kemur að uppreist æru á þeim fundi. Og að mati formannsnefndarinnar, hún kom því á framfæri að vegna þess að þetta væri opinn fundur að þá myndi ekki mega ræða mál Róberts Stáni. Ég hins vegar kannaði þingskapalög og ég kannaði vinnureglur fastanefnda Alþingis og fann ekki neina lagastoð fyrir því. Þannig að ég óskaði formlegs rökstuðnings fyrir því hvers vegna það mætti ekki ræða þetta einstaka mál.
og úr því var formlegu rökstuðningur nefndasviðs Alþingis sem sagði að það væri vissulega óvenjulegt en það mætti ræða þetta einstaka mál og ráðherra þyrfti þá að vísa til hvaða lög það væru sem að stæði í vegi fyrir því að hún myndi upplýsa einstaka þætti. Þetta kom fram daginn fyrir þennan fund. Þrátt fyrir það, á þessum opna fundi, vísaði aftur í að þær megi ekki ræða þetta mál, vísaði á brott að ég megi spyrja þetta mál og að það sé einhvern veginn með mig að sakast að ég spyrja þessa einstöku málsmeðferð og segja þess í stað að þær megi ekki ræða þetta mál, þrátt fyrir að það hafi verið komist annarri niðurstöðu. Nú, sko, hef ég rætt við marga í dag og ég held að svona flesti segi og allir sem ég að minnst kosti hefur rætt við segja þá sögu að þeir hafi fyrst fréttað þessu í dag. Ertu að draga það í efa að til að mynda ákveðnir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafi fyrst heyrt af þessu í dag, til að mynda nefndarmenn sem að sátu þessa fundi? Ekki endilega, það eitthvað sem að mér finnst að verða að skoða. En við heyrðum það í dag að dómsmálaráðherra var meðvitaður hverja væri að finna í þessum gögnum. Við vitum það að dómsmálaráðherra veit að ef hún birti gögnin í máli Róberts Downey, þá mun svo sannarlega koma til þess að það verði líka að birta gögnin í máli Hjalta. Það sem að mér finnst alvarlegast í þessu máli einfallega það að það hérna rökstuddur grunur það að dómsmálaráðherra Íslands hafi misbeitt valdi sínu, hafi farið á svig við upplýsingalög, hafi neitað almenningi og fjölmiðlum og Alþingi upplýsingar sem hann átti fullan rétt á til þess að vernda æru og heiður föður forsætisráðherra Íslands. Það það sem að mér finnst alvarlegt og þetta eitthvað sem að verður að skoða og það á heima hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og hún í frekar vondri stöðu akkurat núna með að við. Áður en ég leyfi þér að svara þessu, Brynja, Lilja, ætla svona, ég fá þín viðbrögð við þessu. Í hvaða svona ljósi finnst þér þetta mál vera svona út frá þessi stöðu sem komin upp varðandi föður forsætisráðherra? Ég held auðvitað aðalatriðið í þessu máli að það verður að breyta þessum lögum. Við erum sem sagt í allri málsmeðferðinni og þegar málið var að koma fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að þá hafa í raun og veru þeir sem hafa verið að berjast fyrir því að fá gögnin upp á borðið og auka gagnsæi, þetta hefur alltaf verið einhver barátta og menn hafa þurft einhvern veginn að hafa alveg óbúslega mikið fyrir því að fá þessi gögn upp á yfirborðið. Hvort að það sé með einhverjum, hvort að menn hafi einhvern veginn verið vitað af því að faðir forsætisráðherra hafi verið einn af þeim sem var að mæla með því að viðkomandi aðili Hjalti fengi þarna uppreist æru. Ég hef bara ekki hugmynd það. Sjálf var ég að heyra það í dag að faðir forsætisráðherra væri meðal þessara aðila. Þannig að mér finnst bara allt málið, bæði hvernig það tilkomið að aðilar geti fengið uppreist æru með þessum hætti, það bara, við þurfum að breyta þessum lögum, það alveg ljóst. Svo finnst mér líka að þegar svona viðkvæm og óbúslega erfið mál koma fyrir, þá þurfa bara allir að vanda sig svolítið meira og reyna svolítið að hugsa áður en þeir fara að neita, til dæmis formenn nefnda að segja nei, það ekki hægt að ræða þetta, við getum ekki upplýst þetta, þá væri kannski bara aðeins betra að menn væri búin að kanna málið til hlítar áður en að menn eru með þannig yfirlýsingar. Við þurfum að fá allt varðar þetta mál upp á borðið og ég tel að það sé ágætis farvegi og nú kemur náttúrulega málið gerir ég ráð fyrir aftur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og við verðum að axla þá ábyrgð sem kjörnir fulltrúar að geta staðið við það og að bæta kerfið, til þess erum við kjörin, það okkar ábyrgð. Brynjar, þú ert formaður þessara nefndar, þessara eftirlitsnefndar sem að hefur rauninni það hlutverk að hafa ákveðið eftirlit með stjórnsýslunni. Í ljósi þess að þarna erum við að tala um samflokksmenn þína, setur það þig í erfiða stöðu að stýra fundum og stýra hugsanlegri rannsókn á þessu máli? Nei, ég alveg viss það að ég hef verið skipað verjandi eitthvað af þessum mönnum sem þarna eru. Ef ég maður rétt þá held ég að mér að varið þennan Hjalta einhvern tíma. Svo það sé bara upplýst. Við vorum aldrei að skoða einstök mál, við vorum að skoða framkvæmd ráðansins á þessum málum. Það það sem við vorum að gera og höfum gert og erum enn að. Og þá var umræðan svolítið mikið þetta einstaka mál Róberts Downey. Og ég sagði, við erum ekki að ræða hér einstakt mál, við erum að ræða hvernig framkvæmd. Já, en Brynjar, nú þetta ekki lengur spurning bara framkvæmdina sem slíka, heldur eins og Þórhildur sagði, spurningin, þetta orðið pólitísk spurning, vissi eða þetta skoða til að mynda aðgerðir dómsmálaráðherra í því ljósi að hún hefði vitað að einn af þessum mönnum væri faðir forsætisráðherra. Það ekki bara eitthvað formlegt ferli, þetta hápólitísk spurning. Jú, en það breytir ekki starfi nefndarinnar, stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.
hún hefur ákveðið hlutverk. Menn geta rætt hér pólitík alveg út á suðu mín vegna. Ég hef bara ákveðna skyldur sem nefndamaður sem nefnd. Hún hefur hlutverk, hún á sko ákveðna hluti. Hvort að einhver sem hefur gefið umsögn þetta, eins og það sé nú að verða stóri glæpurinn sko, það skiptir engu máli. Það skiptir engu máli við meðferð nefndarinnar. Menn geta haft einhverja skoðanir og haft einhverja samsæriskenningar alveg út á suðu mín vegna. Mér alveg nákvæmlega saman það. Ég hef bara ákveðið hlutverk, ég hef ákveðna skyldur. Og þeim ætla ég að sinna. Ekki að fara í einhvert mál, hverjir mæltu með eða gáfu umsögn, vegna þess að allir eiga þennan rétt á uppreist æru, hvað sem mönnum kann að finnast það, ef þeir uppfylla ákveðið skilyrði. Eitt skilyrði það að einhver geti staðfest að þeir hafa hagað sér óafinnalega eða einhvern veginn, einhver tíma eftir að dómur En Brynjar, hér kemur þessi yfirlýsing frá Benedikt Sveinssyni þar sem hann segir að Hjalti hafi komið til sín með bréf, tilbúið til undirritunar, hann hafi bara skrifað undir þetta bréf. Er þetta nú alveg staðfesting á því að hann hafi kannað það að þessi maður hafi... Það finnst mér vont fyrir Benedikt. En má ég aðeins koma inn í þetta. Þetta var eitt af því sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd var einmitt að fara yfir og mér þótti það mjög miður þegar meiri hluti nefndarinnar gekk út af fundinum og sérstaklega núna í ljósi þess sem er að koma fram að því að þau vildi ekki fá upplýsingar það hverjir hefðu skrifað undir mál Róberts og eitt af því sem ég vildi fá upplýsingar frá ráðuneytinu til dæmis verið að staðreinda kanna það sem kemur fram í þessum bréfum. Það kemur í ljós að svo ekki. Og það finnst mér vera einhvern veginn sko að því að þetta eitt af skilyrðunum, þú fáir þessi meðmæli, en það ekki kannað hvort að viðkomandi aðilar séu... Þetta rangt vel, það skoða öll önnur gögnum og hvort það sé meðferð hjá lögreglu, allar upplýsingar sem tilur í skrám hvort eitthvað sé í lagi. Þannig að það ekki rétt. Það sem að fram hefur komið í meðferðum þessa máls að það ekkert gert til þess að sannreyna það sem að þessi meðmælendur segja. Það ekki einu sinni hringt í þá. Það ekki einu sinni spurðir hvort það hafi einhverja hugmynd framkomið þessa manns fram á þessu. Þeir leggja bara nafn eftir það. Lýsing sem kemur fram að menn hafi bara hvernig málsmeðferðin ég held að við séum öll sammála að við þurfum við erum öll sammála það að það þarf að breyta þessum lögum og við þurfum að gera það hratt og örugglega. Taka fram að ég óskaði eftir viðtal við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra út af þessu máli en hann hefur ekki tjáð sig allavega hingað til. Sko, pólitískt, hvað gerist á næstunni? Munið þið til að mynda á Alþingi spurja Bjarna út í þetta eða hvað gerist næst? Já, ég býst sterklega við því að hann verði spurður út í þetta en aðeins hlutverk stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Mér finnst að Brynjar misskilja hlutverk sitt hér herfilega. Ég meina, stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sett upp til þess að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Nú búið komið í ljós að 2 samráðherrar Brynjars eru bara á kafi í þessum máli, koma mjög illa út úr því, bara full ástæða til þess að rannsaka hvort þeir hafi brotið af sér starfið, þar að segja dómsmálaráðherra að neita að veita upplýsingar sem hún átti að veita, að neita að veita þinginu upplýsingar og Brynjar Níelsson að neita að aflétta trúnaði á einhverjum gögnum sem átti ekki að liggja neitt trúnaður yfir eins og hefur komið í ljós. Ég má það ekki, Þórhildur Sunna. Ég get ekki aflétt trúnaði gögnum sem mér afhent í trúnaði. Hvers slags rugl þetta? Nefndin getur ákveðið. Nei, nefndin getur ekki ákveðið eitthvað gögn sem hún á ekki og fær frá ráðherra. Og ráðherra einfaldlega búin að segja það. Úrskurðarnefndin á að sjá það hvað af þessu má sjást. Enda niðurstaða nefndar bara í samræmi við ráðherra. Það mátti ekki allt sjást þarna. En þess vegna held ég að það hefði bara þurft að vanda aðeins betur þessa málsmeðferði líka hjá okkur að vera búin jafnvel að fá úrskurðinn fyrir áður en við funduðum þannig að við værum ekki að menn væri endalaust að draga. Það var ekki þorið frá ykkur að býja til því. Já, veistu það, ég sagði við því í aðdraganda þess að þetta væri alveg ofboðslega viðkvæm mál, við þurftum að vanda okkur alveg sérstaklega og sérstaklega því ég heyrði því að ákveðin hópur og meirihlutin ætlaði ekki að líta á gögnin að við þurftum sérstaklega að vanda alla málsmeðferð til þess að nefndin myndi njóta trausts í samfélaginu. Og hvað núna að gerast? Ég held að það sé ekki alveg hafið yfir allan vafa hvernig við að taka næstu skref í þessu máli og fólkið sem eru fórnarlömb í þessu máli. Bara sem spyrði þið hreint út, Lilja, treystir þú því að Brynjar Níelsson sem formaður stjórnskipanar og eftirlitsnefndar geti haldið utan þetta mál? Treystið þið því? Já. Ég vanhæfur í öllum málum, sko.
Ég held að hérna, semst ef það, semst hann segist hafa verið verjandi Hjalta, þá held ég að hérna hann náttúrulega tengist málinu með ákveðnum hætti. Þannig að ég held að við þurfum bara að fara aðeins yfir þetta betur. Tengist ég framkvæmdar stjórnvalda á þessu eitthvað? Nei, en þú ert ekki óbyrn, þú er svona óbyrn aðili að málinu, ekki satt. Brynja, það er full ástæða til þess að spyrja því hvort þú hafi vitað af þessu. Það er full ástæða, hvort þú hafi vitað að Bjarni og pabbi hans Ég var að svara því á hann. Já, þú svaraði því, það skiptir ekki máli. Það skiptir ekki máli í því samhengi að það er full ástæða til þess að efast málsmeðferðina í þessu máli eftir það sem komið hefur í ljós. Og það er ekki þín seta sem formaður nefndarinnar sem skiptir máli, það er virðingin fyrir þessu embætti. Það er virðingin fyrir því að það verði tekið hlutast á þessu máli. Þeir sem er alltaf að tortryggja allt og allt, þeir náttúrulega tala svona nákvæmlega. En þetta eru eðlilega spurningar sem við erum að spyrja. Nei, það er ekkert eðlilega spurningar vegna þess í þessum málum skiptir engu máli hver veit umsögn með einhvern mann. Þetta snýst ekki það ef þú gefur umsögn að þú sért orðinn óvinur fórnarlambsins eða brotaþolans. Þetta er bara verið að fara eftir ákveðnum reglum þar sem þú upplýsir eitthvað umsækjandan sem getur skipt máli. Hann er ekki að taka neina afstöðu, hann er ekki að ábyrgjast einnig eins og umræðan er. Jú, hann ábyrgist. Nei, hann ábyrgist með orðum sínum að hegðun hans hafi verið til fyrirmyndar. Ég held við komast ekki lengur með þetta, við kannski komin út í ómikið smáatriði. Þetta er þetta stóra atriði samt og Þórhildur, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það fundur veit ég í nefndinni á þriðjudag. Hvaða nefnd? Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, ekki satt? Jú, er þetta það sko? Ég veit ekki betur en að við höfum óskað eftir opnum fundi með ráðherra akkúrat þetta mál í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Já, hefur ráðherra sagt alltaf að koma? Hvað segirðu? Hefur ráðherra sagt alltaf að koma? Já, þið kannski leysið það ykkar á milli allavega. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós.